gera þetta og það er alveg klárt að það er minn vilji. Svo þriðja var spurt, tryggt að líkamsræktaraðstaðan verði áfram á Vesturbraut 20 þar til nýtt og hentugt húsnæði er fundið? Ég get náttúrulega ekki svara því hreint út eins og þær upplýsingar sem ég hef, þá er þetta ekki alveg frágengið allir þessi samningur við KM-þjónustuna. Þannig eins og staðan núna þá er þetta væntanlega ennþá í eigu sveitarfélagsins. Ég hef samt sem áður fulla trú á því að þegar að þetta verður orðið fast í hendi, þegar það er komin einhver dagsetning eða einhver tímarammi á nýtt húsnæði, þá tel ég að það verði alveg örugglega að komast að einhver samkomulagi við tilvonandi eigendur Vesturbrautar 20. Takk fyrir. Fleiri vilja taka til máls? Kristján? Já, til því góður hundarinn. Ég verði að játa það á mig að ég er ekki ennþá búinn að ganga frá því að senda svarið við fyrirspurnir sem ég var valið á þessum fundi komið langleiðina með það, en því miður þá hefur bara ýmislegt annað sem hefur tekið tíma, en ég bara tek undir með Einari og mun útskýra það að þetta söluferli, allt samkvæmt reglum og varðandi síðan að því það var samþykkt í þessu var að það ætti að skoða aðra möguleika. Þetta var að skoða inn í fræðslunefnd líka og Dalabúð nefndi í því sambandi. Það er vinna sem er í gangi og ég vonast til að við getum farið að setja að ræða eitthvað nánar fljótlega hvað möguleikar eru. Og ég held að það Vesturbrautin og að hafa aðstöðu þar, það er rétt, það er ekki búið að ganga frá hlutum þar endanlega, en mér finnst þetta ólíklegt að ef að maður sjá fyrir endan, sjá að breytingin er að verða ákveðnum tíma, þá sé það mál sem að verða ekki flókið að leysa. Fleiri sem vilja nefna þetta, Ragnheiður? Líkamsræktarstaða Óla á. Þetta er náttúrulega rosa flott að hafa svona líkamsræktarstöð í aðallega eða fyrir sveitarfélagið. En ef við ætlum að gera þetta fyrir þá þurfum við líka að hugsa út í það að í Suðurdölum, þar er líkamsræktaraðstaða í kjallaranum á Aflik sem að búnaðarfélagið hefði en ég. Við þurfum aðeins að staðlega við og hugsa, eru við ekki fyrir alla, báða þessa staði, annan eða með hvaða hætti við ætlum að gera þetta. Við getum ekki farið að gera meira fyrir einn hætti en annan en þurfum að skoða þetta saman. Fleiri sem vilja taka til máls? Einar? Ágætu fundarmenn, ég er sammála varðráttunda í þessu efni að auðvitað þarf öllum íbúum að standa til boða einhver svona þjónusta. Og ég kannski sé ekki fyrir mér að sveitarfélagi komi upp líkamsræktaraðstöðu í öllum félagsheimilum í sýslunni. Ég hef sagt að ég er að ég held að þetta var að stefna að fækka þessum eignum okkar út í sveitum og ég veit til þess að þó nokkuð margir íbúar Suðurdala sækja í líkamsræktaraðstöðuna á Vesturbraut. Þess að nota ekki líkamsræktaraðstöðuna í Afliki og ég veit ekkert nákvæmlega ástæðan fyrir því, en til þess að þjónusta sem best, kannski sem flesta íbúa þessu sveitarfélags, þá er kannski vænlegast til árangurs að þessi aðstaða sé í þéttbýlinu.
og hún sé þannig til dæmis að skólinn geti nýtt hana. Og ég held að það sé ein mesta gulrótin með að koma þessu í annað húsnæði, það er til dæmis að nemendur grunnskólans geti nýtt þetta betur. Og ég held að þessu allir sammála að þegar það verður byggt upp alvöru íþróttaaðstaða í þéttbýlinu, þá verður líkamsræktaraðstaða inn í því. Það er bara nánast í öllum íþróttamannvirkjum gert ráð fyrir því. Það er bara stærri þéttbýliskjörnum þar sem að einkaaðilar standa í þessum rekstri. Sennilega verðarmál. Það kveður sér engin hljóðst þessum verða samþykkir fundargerð Við samþykkt samhliða. Það var næst fundargerð byggðarráðs 8. ágúst, fundur númer 229. Hvers vilja ræða þessa fundargerð sérstaklega? Háttvirtir fundarmenn, örstutt hérna mál númer 8 varðandi skólaaksturinn. Ég veit við menn síðan eftir að ræða það kannski meira hérna eftir. Þessi ákveðni fundur byggðarráðs var haldinn 8. ágúst, þess að 2 vikum áður en skólaakstur hefst í Auðaskóla. Og það segir í niðurstöðum með leyfi oddvita samkvæmt fundargerð að þá er sveitarstjóra falið að ganga til samninga við verktaka á grundvelli niðurstöðu á þessu útboði. Ég ætla að byrja á því að fagna því að þetta tekist í tíma en ég held að allir við þetta borð, ég held að hljótum að draga lærdóm af þessu og ég held að við höfum þurft að byrja fyrr á þessu, þetta hefur þurft að liggja fyrir töluvert áður þegar þetta kemur svona seint að þetta er örugglega bara mjög erfitt og ég tala nú ekki bara fyrir til dæmis aðila málsins og bara foreldra og aðra þegar þetta liggur fyrir svona stuttu fyrir. Þó ég get ekki alhæft það en ég hef það svona tilfinningunni að þetta hefði getað unnist hraðar og betur ef að það hefði ekki tapast svona tími til dæmis á milli sveitarstjórnarfunda. Af því að það eru ekki vinnufundir, það er undirbúningsfundir eða svona, það er ekki mikið óformlega fundi hjá okkur. Þetta til dæmis er svona kjörið mál sem þyrfti kannski að ræða þar og ég tek alveg mína ábyrgð á því að hafa ekki óskað þar eftir einhvern svona fundi. Ég held við en ég er bara ánægður með að þetta skuli hafa tekist og en ég trúi að við munum gera betur í næsta svona stóra máli. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég bara nefna að svara þá því sem einar endur skólakstur að það hefur verið mjög ákjósanlegt að niðurstaðan hefði legið fyrir fyrr heldur en gerði. Niðurstaða útboðsins lá fyrir 2. júlí og síðan þarf að líða í raun og mánuð bara út frá lagalegum reglum og til að tilkynna niðurstöðu útboðs ganga til samninga. Það er alveg rétt að það tapaðist tími milli sveitarstjórnarfunda en við hefum kannski líka bara þurft að ganga miklu fyrr í það að ákveða málið en fyrr. Við hefum ekki getað að fara á stað með útboð þó svo að það er haldið minnifund því að það þarf alltaf að taka málið fyrir og fórum sveitarstjórnarfund og fyrir er ekki hægt að fara á stað með útboð. Það er einhver fleiri sem vil að ræða þessa fundargerð. Svo virðist ekki vera þeir sem samþykkir fundargerðinni gefur merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst mál númer 13, það er fundargerð stjórnar Sigurðartúns, fundur frá 7. ágúst sem að ræða þessa fundargerð. Það kveður sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir þessari fundargerð gefur merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst fundargerð skipulagsnefndar, fundur sem var haldinn 9. ágúst sem að ræða þessa fundargerð sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem eru samþykkir fundargerð gefur merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er endur kynningar fundargerð stjórn og dagaveitna. Það er látið fram kynningar sem við ætlum að ræða hana. Það kveður sér engin hljóðs. Svo er mál númer 16 sem er lagt fram til kynningar. Það er landsfundur jafnréttismál sveitarfélaga sem er haldinn 4. og 5. september næst komandi. Hvers vilja ræða þetta mál? Kristján?
góða fundarmenn. Ég vil bara gera svipað eins og ég gerði alltaf á síðasta ári, nú til maður að tala um það, að sem sagt, bara vekja athygli á þessum fundum. Þessir landsfundir eru jafnréttismál sveitarfélaga mjög mikilvægt mál og sérstaklega kannski núna og það verður til umræðu á þessum fundi varðandi sem sagt jafnlaunastaðar, jafnlaunaviðurkenningu sem að við eigum samkvæmt lögum og reyna úrskurði núna að hafa klárað næstu áramót og það verður töluvert umfjöllunarefni á þessu fundi og ég veit hann sem að sækja þennan fund en ég vil líka hvetja sig ef fólk á heimagengt þá þetta mjög gagnlegir fundir. Verið að taka til máls. Það að gera. Þá mál til kynningar það stefna í úrgangsmálum. Þetta úr fundargerð einhverju skipulagsnefndar. Það að ræða þetta sérstaklega. Það sér engin hljóðs. Þá hér næst iðnaðarsvæði fyrir Vindlund á jörðinni Sólhlíðar. Svo mál nr. 19, það iðnaðarsvæði fyrir Vindlund á jörðinni Hlöðverstöð. Það ekki til að tökum umræðu þetta sameiginlega og svo við kveða sér hljóðs. Ragnar. Ágætu fundarmenn, við hittumst í morgun og settum saman okkur orð við formaður umhverfis- og skipulagsnefndar og skipulagsfulltrúi og ég. Og þetta ég ætla að lesa fyrir umhverfisstofnunin. Það vindorkugarðar í Dalabyggð. Áhuginn að nýta vindorku til raforkuframleiðslu hefur aukist umtalsvert síðustu misseri og höfum við ekki farið varhluta að því gera Dalabyggð. Nú liggur fyrir að tvennir aðilar hafa áhuga á að reisa slíka garða, svokölluð vindorkuver í sveitarfélaginu. Það á Sólheimum á Hrónýjarstöðum og á Hrónýjarstöðum. Ljóst að slík starfsemi, það raforkuvinnsla, kallar á breytingar á aðskipulagi Dalabyggðar en í þeirri skipulagsvinnu mótast stefna sveitarfélagsins að vindorkunýtingu. Það ákvörðunartaka sem snýr að sveitarfélaginu og nærsamfélaginu. Hins vegar vert að minnast á það að regluverkið á Íslandi gerir ekki ráð fyrir vindmyllum eins og staðan í dag og ríkir nokkur óvissa málaflokkinn. Vinnuhópur að störfum á vegum umhverfisráðuneytis sem hefur það verkefni að athuga hvernig og hvort breyta þurfi lögum til að þau nái til vindorkunnar. Og það ljóst að ef vindorka verði látin heyra undir rammaáætlun verður nokkur bið á því að vindorkugarðar verði að raunveruleika. Á meðan þessi óvissa ríkir í málefnum vindorkunýtingu ljóst að sveitarfélagið Dalabyggð getur ekki farið í stefnumótandi ákvarðanir málið fyrr en niðurstaða vinnuhópsins ljós. Virkjunarkostir á Sólheimum og Hrónýjarstöðum hafa báðir farið gegnum skipulagslýsingarferli og snúa fyrirhugaðar skipulagsbreytingar að breytingu landbúnaðarsvæðis í iðnaðarsvæði fyrir vindorkunýtingu. Á hvorri jörð að ræða allt að 400 hektara lands þar sem jafnframt verði heimilt að stunda landbúnað. Samanlagt uppsett allt þessara áætluðu vindorkugarða 280 megawatt og samanlagt gert ráð fyrir allt að 70 vindmyllum sem rísa í allt að 180 metra hæð. Vindorkugarðurinn á Sólheimum áætlaður með allt að 150 megawatt uppsettu afli og 30 vindmyllum. Og vindorkugarðurinn á Hrónýjarstöðum áætlaður með allt að 130 megawatt uppsettu afli og 40 vindmyllum. Lög rammaáætlun gerir ráð fyrir því að allir virkjunarkostir umfram 10 megawatt þurfi að fara fyrir verkefnisstjórn rammaáætlunar sem rannsakar ýmsa þætti, svo sem umhverfisáhrif, efnahagslegar forsendur, þjóðhagslega hagkvæmni og ýmis önnur atriði. Það því ljóst að næstu skref varðandi þessa 2 virkjunarkosti hér í Dalabyggð velta mikið á niðurstöðum fyrrnefnds vinnuhóps.
Skipulagsnefnd Dalabyggðar var með málið til kynningar í síðustu viku og í ljósi þeirra aðstæðna sem nú ríkja í málinu, það er óvissa rammaáætlun og fyrirliggjandi vinnsla á breytingu aðalskipulagi Dalabyggðar, er ljóst að bíða verður með að taka afstöðu í málinu þar til endanleg niðurstaða vinnuhópsins liggur fyrir. Takk fyrir. Fleiri sem vilja ræða þetta mál? Svo virðist ekki vera. Þá er hér mál númer 20, það er landshluta-áætlanir í skógrækt og lykilhlutverk sveitarfélaga í loftslagsmálum. Þetta er lagt fram til kynningar og fundargerð einhverjar skipulagsnefndar sem vil ræða það. Það kveður sér engin ljós. Og síðan er mál númer 21, það er skýrsla frá sveitarstjóra, en liggur hjá fundinum minnisblað störf sveitarstjóra. Kristján. Til góða fundamenn, þetta er svona eins og venjulega punktar, ýmislegt sem hefur verið í gangi sumar. Mér langaði að lefna hérna hluti vegna þess að sem tengjast og vantar hér inn. Það var nefnt hér fyrr og Einar nefndi með útboði vegna skólaaksturs og ég tek heilsögur undir það að það hefði gjarnan verið að sjá það fyrr á ferðinni með stöðu því. Og meðal annars í ljósi þess og líka í ljósi þess að stefnumótun og ákvarðanir varðandi sorpmál eru stórt mál sem þarf að vinna eftir og ef við hefum átt að fara í útboð þar þá hefur það þurft að gerast núna bara í september, október. En vegna þess að þá lagði ég til við byggðarráð að samþykkta að við myndum framlengja samning við núverandi þjónustuaðila og það ég vil koma þess að þetta hefur átt að vera hér þessi punktur fram á mitt sumar næsta ári og raunin fyrir því að þá gerist sveitarstjórn meiri tími til þessara stefnumótunar sem þarf að vinna. Þetta eru, ég myndi segja að það sé gjörbylting sem þarf að fara fram í þessum málaflokki og svo líka hitt að það hafa allir aðilar bent okkur á það að það sé ekki skynsamlegt að gera breytingu í þessu á miðjum vetri. Það þarf að skipta sorpbíla og það að breyta gámastöðum og fleira. Það skynsamlega að hafa þetta á miðjum sumar. Þannig að ég vildi koma þessum upplýsingum að það verða ekki fleiri í þessum tíma. Þá er formlegri dagskrá að næstu lokið sem er tekin fyrir hér á opnum fundi. Það er eitt mál eftir sem tekið sem trúnaðarmál fyrir að loka á fundi. Áður en að ég loka á upptökuna þá vil ég stöðum eftir að ræða það mál og síðan hefur bara fundargerð og ganga okkur á henni hér eftir. En næstu fundur sveitarstjórnar er 12. september næstkomandi.